Freysi, þið unnið IBVF í gær, hvernig var bara þessi leikur? Þetta var bara allt í lagi leikur, við vorum góðir í seinni hálfleik og svo vorum við dálítið slagir við vorum góðir í fyrri hálfleik við vorum dálítið slagir í seinni hálfleik en bara góð 3 stig, segi ég. Rúnar talaði að það verið fljótt þreyttir, var það þín upplifun á vellinum? Já, ég var alveg, allan að ég var dauðþreyttur í seinni hálfleik og bara ég sá það líka á mönnum að þeir voru þreyttir og við vorum með sloppy sendingar og það var einhvern veginn ekki svona eitthvað að ganga upp en við héldum bara áfram og náðum þessi 3 stig. Sterkt að halda hreinu líka, þú veist, þegar menn eru þreyttir? Já, það er mjög gott. Við erum alltaf með frábæra varnarlínu og treystum algjörlega á þá. Það var þegar voru geggjaðir í gær. Fara aðeins í gegnum þetta mark sem þú skorar? Ég held að þetta hafi bara verið heppnasta mark sem ég skora bara lengi. Ég tók hlaupið inn og sá að Mási ætlaði að gefa fyrir og síðan kom einhver fyrir boltan og síðan fekk ég bara boltan aftur allt í einu og laum honum bara inn. Heppnismark. Bara réttum maður á réttum stað einhvern veginn? Já, nákvæmlega. Það er nýbúin að skora mark sem að tryggði ykkur áfram í bikarnum. Hvernig líður með þína spilamennsku þessa dagana? Bara mjög vel og ég bara elska að spila fótbolta. Það er bara búið að vera mjög skemmtilegt. Þú veist, fram að vinna leiki, þetta lítur að vera bara allt frábært í rauninni. Já, það er bara góð mórall í liðinu og við erum bara mjög ánægðir og við ætlum bara að halda áfram. Þú ert að spila með Fred og Símon á miðjunni, hvernig að spila með þeim? Það er ótrúlegt. Símon alltaf bara eitthvað ruglgóður og Fred líka og þetta er bara, þú veist, það gefur manni svo líka mikið traust skilur og þeir hjálpa mér bara alls konar og peppa mig áfram og þetta er bara frábært að spila með þeim. Þú veist, þessi Símon Tippling leikmaður sem hefur verið bara spilað í Hollandi, Svíþjóð og Danmörku, þetta er alvöru reynslu bolti. Hvernig er hann líka bara svona æfingum? Er hann miðlandi? Já, hann er það, svona kannski ekki að öskra menn áfram en hann skilur, tekur mann í tala og segir skilur og hann er bara, eins og ég segi, bara frábær í fótbolta og mér bara svona brá því ég sá hann bara hvað hann er góður. Það voru alltaf alveg tilþrif líka í þessu seinna marki, hann á svolítið þátt því líka? Jú, hann er alltaf bara frábær og flott mark bara, gott að skora hann, já. Þú varst að spila á móti Hermanni og Alex, er eitthvað svona öðruvísi að spila á móti Hortfirðingum eða? Nei, það er bara skemmtilegt að fá að spila á móti þeim og bara geggja bara fá að spila á móti þeim og við tölum eftir leikinn og við erum bara góði félagar. Þetta er bara frábært. 3 Hortfirðingar í sama leik í bestu deildinni, það held ég hafi ekki gerst allavega oft áður. Nei, allan að veit ég um það. Nei. Hvernig bara svona líður með þinn stað á þínum ferli og hérna á fram 20, hvernig líður með þetta? Bara ágætlega sko, ég held bara áfram og ég bara elska að spila fótbolta og ætla bara að halda því áfram. Ertu með einhver háleit markmið upp á framtíðina að gera? Nei, ekkert eitthvað svoleiðis, bara að spila fótbolta, eins og ég segi. Ég veit að það er leikur auðvitað í deildinni millitíðinni en þið eru að fara að spila í undanúrslitum bikars, hvernig leggst það í þig? Bara ótrúlega vel, ég er ekkert einhvern veginn það mikið að spája, ég tek bara einn dag í einu og bara held áfram. Það er svoleiðis bara. Það þýðir ekkert annað? Nei. Takk fyrir þetta, Freysi. Takk.